heyrðu, Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna er komin í það. Vertu velkomin. Takk. Hérna, við ætlum að ræða ýmis svona mál sem að snúa neytendum og þetta er náttúrulega spennandi tímar að sem leiti út af verðbólgun og öðru slíku. En þú varst í Hæstarétti í dag? Já, ég var að fylgjast með málflutningi í Hæstarétti í máli gegn íbúðalánasjóði, uppgreiðslugjald íbúðalánasjóðs sem er alveg galið, það er 10% stiga uppgreiðslugjald og En íbúðalánasjóður eða hvað hann nú heitir, vann þetta í héraðið ekki? Jú, vann í héraðið, þess að tapaði í héraðið, vann í landsrétti. Já. En þannig að það er verið áhugavert að sjá núna. Ég allavega með við það sem ég heyrði, ég var alveg á bandi sækjenda sko, og ég bara skil ekki og það sem kom nú hann fram klúður sem sko ég bara átta mig ekki á að það vantar ákvæði í samningana, lánasamningana hjá Íbúðalánasjóði. Það er bara vantar tölulið 5 það sem segir frá hvernig þetta uppgreiðslugjald skuli reiknað. Og Íbúðalánasjóður fyrir Hæstarétti er að reyna að þrátt fyrir að það vanti ákvæðið í samningana að vísar samt sem áður í að ef þeir væru í þessu samningum þá þetta er bara handverm hjá Íbúðalánasjóði að í allavega einhverju tímabili, þessu tímabili sem við verið að skoða. En uppgreiðslugjaldið var mjög hátt en þetta skiptir máli fyrir fólki sem að þurfti að borga það? Algjörlega, og þetta er náttúrulega galið sko þegar þú ert að borga uppgreiðslugjald í bönkum eða öðrum lánastofnunum. Þá er verið að tala annarkvort 1 eða 2% sko, en þannig er þetta 10% og jafnvel þaðan að herra sko, og þetta er bara alveg út í hött og náttúrulega læsir fólk inni í þessum háu vöxtum. Í þessu tilviki þá var þetta rúm 5%. 4 ekki það, ég man það nú ekki alveg. En segðu mér, þetta er líka gríðarlega hagsmunir fyrir ríkið. Bjarni Benediktsson sem ætlar einhvern veginn að reyna að loka þessu hryllilega gati á Íbúðalánasjóði að þetta myndi bæta við einhverjum 20 milljarða í það. Þarna hefur einhvern tímann farið úrskeiðis í fjárstjórn að vera með svona skakka fjármögnun á móti þessum útlánum. Sko. Og það er ekki þannig að það hafi ekki verið varað við þessu. Nei, það voru margir sem vöruðu við þessu. Nei, og þetta kom ekki til í gær. Sko, fólk gerir þetta með alveg með opin augun. Bara raunverulega settu hagsmuni almennings í mikilla hættu. Herðu, verðbólgan, hvað það er voru nýgerðir kjarasamningar sem er svolítið svo veðmálum að verðbólgan muni snögglega lækka. Ef það gerist ekki þá er þetta vondir samningar. Það sem að maður sér og svona það sem er verið að mæla, það er byggingavísitalan fór út í morgun. Þar kemur fram að náttúrulega hækka launin af því að þetta er í fyrsta skipti sem að launin koma þar inn eftir samningana en innfluttar vörur hækka rúmlega 13,8 og innlenda vörur 11. Þannig að þetta er alveg svakalegt og við erum að sjá þetta bara í öllum okkar innkaupum bara kindakjöt út í búð er komið upp í 10.000 kall kílóið því sem næst. Þetta eru gengjuvænlegar tölur sem við erum að sjá og sjáum ekki fyrir endan á þessu. Við erum að sjá, við fengum ábendingar núna í vikunum það að íþróttafélögin er að hækka gjöldin hjá sér alltaf þriðjung. Og taka þá hækkun frístundastyrksins? Frístundastyrkurinn var hækkaður 25.000 krónur í Reykjavík allavega, það veit ekki með önnur sveitarfélög. En við sjáum dæmi það að íþróttafélög hafa hækkað æfingagjöldinu úr 90.000 í 120.000, þannig að 30.000 krónur sem er meira en sem nemur hækkun frístundastyrksins. Þannig að öll þessi fallegu markmið sem hafa lagt upp með að gefa fleirum tækifæra á að stunda íþróttir, þau eru náttúrulega bara löngu farin út um alla glugga. Þannig að þú hefur á tilfinningunni að verðlag sé á fleygiferð? Já, það er svona okkar, með við þær ábendingar sem við fáum í samtökunum, þá er verðlag á fleygiferði.
Hefur fylgst með því sem að bandalag háskólamanna eða BHM hefur verið að setja á dagskrá sem þau kallað hagnaða drifna verðbólgu. Það er þess að hækkanir umfram það sem er hægt að færa rök fyrir út af hækkun launa eða hækkun aðfanga hjá fyrirtækjum. Við höfum bara bent á þetta í gegnum COVID og runni fyrir það að þegar þú ert með prósentu tölu hagnað, segjum 10% eða 20% eins og verið það reyndar, þá hækkar krónutala náttúrulega mjög mikið þegar að verð í svona verðlagi, þannig að við höfum verið að hvetja atvinnurekendur til þess og verslunarmenn til þess að halda nú aftur af sér og deila þá allavega með okkur þessum byrðum en miðað við þessa útreikninga BHM þá er það bara alls ekki að gerast. Það er eiginlega þveru öfugt að það er verið að auka byrðarnar á neytendur en að þeir að fóðra vasana ennþá betur. Já, þetta mun komið í ljós svona hvert stefnir líklega svona þegar næsta neysluvísitala kemur og kannski þann næsta þá held ég að því að fjárlögin og kjarasamningarnir eru gerðir á ótrúlega bjartsýnni verðbólguspá. Þeir eru gerðið það og það er náttúrulega mjög stutt og náttúrulega styttist úr enn þetta er bara fram í nóvember, þetta er ekki nema, það eru 10 mánuðir rúmir í næstu lotu, þannig að þetta er nú, ég myndi ekki kalla þetta kannski að pissi í skóin sinn, en þetta er svona skammgóður vermur allavega þessi samningar. Já, herðu, þið eru alltaf að fjalla netsvik. Ég lendi í því daginn að þú ert sérfræðingur í netsvikum. Ég segi það nú ekki. En ég lendi í svona sími minn fór að hringja og það er bara 1,5 hringing svo er lagt á. Verið að fá símtöl frá Gabon, Bandaríkjónum, Sri Lanka, ótrúlustu löndum, en alltaf bara 2 hringingar og svo lagt á. Þetta er freka hvimleitt sko, því að það er komið í svona missed calls, er komið svona langur listi og þannig að svona svo stjórn sem að maður hefði á lífinu með að skoða missed call og sinna þeim er farin og hver er að reyna að svindla mér? Þetta er náttúrulega alls konar aðilar, bara út allan heim og við reyna náttúrulega höfða til forvitni okkar að hringja þá tilbaka og þá er þetta yfirleitt svona 800 númer, það er að segja svona mjög dýr númer að hringja í og jafnvel þó að þér finnist ekki eins og það hafi verið svarað, það er bara heldur áfram að hringja, þá er búið að svara og þá byrjar að tikka alveg fleiri þúsundir, ekki 2000 króna í hvert einasta sinn. Og þetta er nú svona hluta af þessum svindli sem er í gangi, það er náttúrulega líka þetta messenger svindl, þú færð skilaboð frá nánum kunningja eða vini sem er í vanda og segja, heyrðu, hvað er símanúmerið þitt og svo sendir það og svo segist viðkomandi að hafa tekið þátt í einhverjum leik og hafa unnið einhverju pening og vill endilega deila því með þér og til þess sem að þú þekkir já, þetta er bara einhver sem hefur tekið yfir þetta er komist yfir messenger upplýsingarnar hjá fólki og bara í nafnið þeirra þá er það að senda út alls konar skilaboð og þó að ekki nema 1 af hverjum 100 falli í gildruna þá eru þetta stórar upphæðir. Þetta er eitt og síðan erum við með bara stærri svik sko, sem við erum að fá meira og meira af er að fólki er byrlað og meðan það er sofandi þá er bankareikningarnir þeirra tæmdir. Fleiri og fleiri eru með til dæmis Apple Pay sem eina sem þú þarft að nota er andlitsdrættirnir þínu til þess að staðfesta greiðslu og þetta við erum með eitt dæmi núna hjá okkur þar sem aðili misti meira en 10 milljónir króna allan ævisparnaðinn sinn og bara á Spáni og þetta er alveg og getur verið stór hættulegt. Og í rauninni er þá spurning, sko, við höfum verið að benda á að okkar skjólstæðingar sem leita til okkar hafa alltaf fengið svörum hjá bönkunum, já, nei, þetta er ekki okkur að kenna, þetta er bara algjörlega þína ábyrgð, en við höfum velt því upp og erum að fara núna með mál fyrir úrskurðarnefnd, 2 mál reyndar, að við teljum að bankarnir beri ábyrgð vegna þess að þeir verða að vera með ákveðna varnir gegn svona þjófnaði og b að þeir eru með
Já, það gengur í gildi lög í nóvember í 21 sem segir sem krefst sko sterkrar sannvottunar til þess að staðfesta svona greiðslur og staðfesting með SMS skilaboðum, hún helst ekki sterk sannvottun og þar af leiðandi teljum við að bankarnir beri þá bara alla ábyrgð á þeim greiðslum sem eru ólögmætar og hafa verið staðfestar jafnvel þó að neytandi hafi í ógáti kannski eða fyrir misskilning stimplað inn eða gefið upp þessar tölur, þá það bankans að okkar mati sem að endurgreiða það. Já, ganga þannig frá að hvelfingin þar sem geyma peningan okkar sé held. Algjörlega, við verðum að geta treyst í það að peningarnir okkar séu En svo ekki, bankarnir segja þeir segja það, já, og þeir segja það en það alltaf fyrsta svarið hjá þeim, en ég held að og við viljum að þeir svari til saka þar fyrir allan úrskurðarnefnd og jafnvel fyrir dómi ef svo ber undir. Nú erum við að tala svona svindlara sem ekki svona hluti af viðskiptahagkerfinu, þetta eru bara glæpamenn. Smálána fyrirtækin eru svona á gráusvæði og hafa alltaf verið, þetta er bara okrarar. Já, hvernig gengur, þeir eru búin að vera að glíma við það á árum saman? Já, og mánudaginn þá var ég nú í Landsrétti, þeir höfðu meiðyrðamál gegn neytendasamtökunum og mér persónulega fyrir að segja ýmsa hluti sem voru svo dæmdir ómerkir fyrir Landsrétti, fyrir héraðsdómi og núna erum við að fara með það fyrir Landsrétta því að við teljum að þeir verðir nú bara að þola sterka gagnrýni þar sem þeir hafa nú þessi fyrirtæki og fyrir rannar þeirra hafa dansað á líninu og oft farið yfir hann og fengið á sig dóma og eru bara okrarar. Þeir eru allavega okrarar. En það versta í dag að þau mál sem við höfum þeir eru ennþá með nákvæmlega sama okrið en núna virðist að vera ekki ólöglegt. Það að segja, en við erum svo sem að skoða það en þeir virðast dansa innan línunar en samt sem aður geta tekið 1000% í hagnað á hverju láni, þannig að þegar þú farið lána, segjum 60.000 krónur, þá lánaði þeir ekki 60.000 krónur heldur 5 sinnum 12.000 og okkur gera það, jú, af því að þá geta þeir og svo náttúrulega drífa þeir í vanskil, það bara eiginlega svona virðist vera svona markmið bara gerir fólki og fólki hefur verið gert erfitt fyrir að greiða inn á réttum tíma og svo framvegis en síðan þegar að þetta komið í vanskil þá leggja þeir á þetta þá innheimta þeir hvern 12.000 kall fyrir sig og leggja á öll þau gjöld sem eru leyfileg og svo fara þeir í það sem þeir kalla löginnheimtu og það bara eins og villta vestri, það gilda engar reglur, ekkert hámark á innheimtukostnaði eða neitt slíkt. Þannig að ofan á 12.000 krónunar kom ekki bara dráttarvextur og heldur eitthvað innheimtugjald og þú getur komin yfir bara í 100.000 kall áður og veist af. Já, við höfum séð sko skuld þrefaldast og sexfaldast á 3-4 vikum og sexfaldast á einhverjum 5-6 vikum. Þannig að 12.000 kallin eru 100.000 kall og 60.000 kallin eru orðin 100 skall sinnum 6. Já, einmitt. Af því að annars myndur ekki ná þessu, af því að við getum bara lagt 100 skall eða svona til einföldum. Nákvæmlega. Og þetta eitthvað sem við erum búin að benda á í áraraðir að þarf að laga. Nágrannalöndin okkar eru með hámark á innheimtukostnaði og það er mjög hátt og rúmt hámark, það er 100%. Þannig að þú mátt leggja 100% á innheimtukostnaði eftir ákveðin tíma og fara í gegnum þennan feril og senda bréf og svo framvegis. En það meikar það engan sens að elta 10.000 krónum með þessum, eins og þú segir, 600.000 eða fleiri 100.000 krónum. Það á bara að þetta hefur verið gert hér. Þetta hefur verið gert og er verið að gera og þetta virðist okkur vera business modelið hjá smálánafyrirtækjunum í dag. Ekki, þeir eru halda sig innan rammalagana með árlega hlutfallstölu kostnaði eða vaxtaprósentu og raunina líka varðandi innheimtu en þeir hafa bara fundið þessa glufu og þar starfa þeir. Hver á þessi fyrirtæki? Ég veit það ekki, þetta eru skráð fyrirtæki hjá fyrirtækjaskrá fólk getur flettið upp þar ef Já, það er ekki búið að selja þetta út úr landi ég bara átta mikið á því þetta er einhver alls konar eins
eins og gengur með fyrirtæki að þú veist, þetta er einhverjar fléttur hingað og þangað og við vitum að þetta hinn fyrirtækin teguðu ánga sína til Danmerkur. Og ég man að tímabili var þannig var það til þess að komast fram í íslensku lögum? Já, en danska fyrirtæki var í eigu teknesks fyrirtækis sem síðan aftur var í eigu bresks fyrirtækis, en við teljum að þetta gæti alveg hafa verið bara sömu aðalarnir sem eiga þetta og hafa átt öll þessi fyrirtæki. Við vitum það ekki, því að slóðin við vitum að eitt besta skattaskjól í heimi er Bretland. Það er engar upplýsingar að fá. En lausnin sem að þið farið fram á að veri sett hér lög svipuð og verið í Norðurlöndunum, já, á Norðurlöndunum, við innimtu að þá sé ekki hægt að leggja meira en tvöfalt ofan á. Já. Hljómar sanngjarnt. Það er bara mjög rúmt rauninni. Hvað segja stjórnvöld þegar þú leitir þeirra? Við höfum átt fundi með dómsmálaráðherra og við fáum alltaf bara þétt handtak og guðsblessun og svo hefum við ekki heyrt meir. Við sendum erindi 2020 og með þessum tillögum okkar og við höfum ekkert heyrt. Já, þannig að ég er ekkert stórkostlega bjartsýnn með einhverjar, við erum ekki með neina byltinga sinna í dómsmálaráðuneytinu eins og það er. Nei, herðu, Breki, gaman að fá þig hingað og kannski fæ ég þig seinna til þess að tala neytendamál. Sjáum til með það.